Komið sæl og velkomin á kynningafund plöntuverndarvörur á Umhverfisstofnun. Ég heiti Björn Gunnlaugsson og ætla hérna að halda nokkrar fyrirlestra hérna á eftir og ásamt fleirum á okkar starfsfólki. Og við erum búin að skella hérna upp dagskráni fyrir fundin. Og ég ætla bara að taka fram að það eru nokkrir sem taka þátt í fundinum þarna í gegnum fjarfundabúnað á Skype. Þannig að þarna, ef við erum með spurningar hérna á eftir, þá erum við með svona lausan mikrofón sem að við látum fólk tala í, þannig að þeir sem eru í upptökunni geti heyrt spurningarnar. Nú, ég ætla líka að taka fram að við tökum fundin upp, þannig og hann fer síðan á vefinn eftir nokkra daga, þannig að það er hægt að horfa aftur á fyrirlestrana þar og upptakan er þannig að það er bara hljóðið sem er sýnt og glærurnar, það er ekki leikræn tilþrif. En bara vildi nefna þetta þannig að menn viti af því þegar menn er að spyrja hérna seinna á fundinum. Nú, en af þessum orðum sögðum þá held ég að þá göngum við bara til dagskrár og það er þá fyrst til að taka að fjalla aðeins efnalögin sem eru frá 2013 og við vinnum eftir þeim og plöntuverndarvörurnar eru falla undir ákvæði í efnalögunum og við slum reyna að útskýra það hvernig þessi lög og reglugerðir virka. Þau tóku gildi 17. apríl 2013 og þá féllu úr gildi eldri lög frá 1988 eiturefni og hættuefni og lög 45 frá 2008 efnablöndur. Þannig að það náttúrulega fyrir það fyrsta varð einföldun hvað það varðar. Og markmið efnalagana er að tryggja meðferð á efnum valdi hvorki tjón á heilsu manna eða dýra eða umhverfinu. Og það er það sem við þurfum að hafa hérna alltaf í huga þegar við erum að tala um þetta eru íþyngjandi reglur sem við erum að tala um hér, sem þurfum að fara eftir og þá erum við alltaf að hugsa um þetta. Við erum að hugsa um heilsuna hjá fólki og erum að hugsa um umhverfið. Nú, við erum líka að tryggja frjálst flæði af vörum innan EES-svæðisins að því varðar efni og ekki síst það líka komið í veg fyrir ólöglega markaðssetningu á efnum því að það er þannig að það þarf að kosta til miklu fé til að fá efni inn á markaðinn og það er verið að leggja fram vinnu við það og fyrirtæki sem það gera þau vilja náttúrulega fá umbun fyrir þá vinnu. Þannig að það er þannig þessin er þetta sterkur punktur. Það er til að skapa þetta traust þannig að fyrirtækin sem eru á markaðnum séu tilbúin að leggja þetta á sig. Það sem er nýtt í lögunum, það er sett almenn aðgæsluskylda og ábyrgð á úrbótum samkvæmt lögum umhverfisábyrgð. Það komu þarna til nýjar kröfur til markaðssetningar plöntuverndarvara, sævara og snyrtivara. Tollafgreiðsla er háð leyfum til markaðssetningar í vissum tilfellum. Það þarf að tilkynna markaðssetningu eiturefna og tiltekinna varnarefna og það er tekið upp ákvæði stjórnvaldssektir sem er nýtt ákvæði eða úrræði við brotum á lögum og reglugerðum og við fáum nánar að heyrum það hér á eftir. Nú, ég ætla aðeins að tíunda hlutverk nokkurra stofnana í þessum lögum og Umhverfisstofnun hefur þar stærst hlutverk. Það er fyrst þá að við höfum að upplýsa almenning um hættu af völdum efna. Við höfum eftirlit með framleiðslu, meðferð og markaðssetningu efna og við þurfum að útbúa eftirlitsáætlun. Við tökum við varðveitum og viðhöldum upplýsingum um framleiðendur, innflytjendur, dreifindur og eftirnotendur, efnablöndur sem er að vera að markaðssetja, útgefa markaðsleyfi og notendaleyfi. Og við veitum þá notendaleyfi fyrir útrýmingarefni sem eru til eyðinga meindýra og notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum til notkunar í landbúnaði og garðyrkju. Þar með talið garðáðun. Og við birtum upplýsingar um leyfishafa á vefsetri stofnunarinnar. Þetta kemur nú aðeins nánar hér á eftir. Við tökum við tilkynningum um markaðssetningu tiltekinna varnarefna og tiltekin varnarefni, það eru varnarefni sem eru notuð í atvinnuskyni. Við greinum þarna á milli og ég eftir að kannski koma aðeins betur inn á þetta hvað þessi aðgreining þýðir.
En það náttúrulega má nefna það sem sagt til þess að nota varnarefni sem eru notuð til notkunar í atvinnuskyni þá þarf að vera með þetta notendaleyfi. Nú við tökum á móti upplýsingum innflutning frá innflutningsaðilum áður en tiltekin efnablöndur eru tollafgreidd og við höfum eftirlit með flokkun og merkingum og umbúðum efna. Nú á stofnuninni þá erum við með þannig skipulag að við vinnum í teymum og við erum sem erum plöntuverndarvörum erum í efnateyminu, þar ég teymistjóri og sérfræðingur í plöntuverndarvörur. Við erum með sérfræðing flokkun og merkingu efna, efnablandna og snyrtivörur, þvott- og hreinsiefni, sérfræðingur sæfivörur. Helga Ösp Jónsdóttir, hún líka hérna á fundinum, hún er með notendaleyfin á sinni könnu og líka kynningamál og sömuleiðis aðeins plöntuverndarvörur. Svo erum við með Ísak Sigurjón Bragason sem fjallar REACH og FGUS og ósoneyðandi efni. Marína Sæti, lögfræðingurinn okkar, hún mun vera hérna á eftir. Og svo erum við núna að fá fljótlega nýjan starfsmann sem verður verkefnastjóri efnaeftirlits og það líka að vera með sérfræðingur í fljótandi eldsneyti. Þannig að þetta er það sem við höfum til að spanna allt efnasviðið. Þannig að þetta er nú svona, við erum náttúrulega ansi lítil í þessu samhengi öllu saman og við þurfum að vera ansi svona fjölhæf hvert og eitt. Helstu verkefni efnateymisins það er að greina reglugerðir ESB og skrifa íslenskar reglugerðir. Eitt dæmi það er plöntuverndarvörureglugerðin frá ESB. Hún var innleidd hérna fyrir þarna bráðum 2 árum. Við gefum út notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum á plöntuverndarvörum. Við sjáum að meta umsóknir gagnkvæma viðurkenningu á markaðsleyfum fyrir sæfivörur og plöntuverndarvörur sem ég áttur að koma hérna nánar inn á eftir. Og við þurfum að anna upplýsingagjöfum til hagsmunaaðila, bæði annarra eftirlitsstjórnvalda og aðila í atvinnulífinu breytingar á löggjöf. Og í þessu felst meðal annars sem við rekum svokallað þjónustuborð eða helpdesk fyrir þarna skráningu og flokkun á efnum, fyrir flokkun á merkingar og fyrir sæfivörur. Og þetta er í raun og veru í tengslum við efnastofnun Evrópu. Nú það er þetta innflutningseftirlit og upplýsingagjöf á heimasíðu og við erum með sérstaka neytendasíðu sem heitir grænn.is þar sem við fræðum almenning. Og við tökum þátt í norrænum og evrópsku vinnuhópum með tilheyrandi fundarset og það er nú kannski norræna starfið fyrirferða mest. Og svo nefni ég að okkur er gert að gera eftirlitsáætlun til 3 ára og það er við erum að vinna að slíkri áætlun núna, erum nýbúin að ljúka við eina 3 ára áætlun og erum að gera þá næstu, þannig að við munum kannski aðeins kynna þetta núna næstu vikum og mánuðum. Og við vinnum að sértækum eftirlitsverkefnum sem er forgangsraðað eftir áhættu og það er megin áhersla er á eftirlit fremst í aðfangakeðjunni, það er að segja hjá þeim sem setja vörur á markað, það er að segja hjá byrgjónum. Og við vinnum eftir þessari eftirlitsáætlun. Við förum líka í skyndi eftirlit eftir þörfum í takt við ábendingar sem bera stofnuninni, það er alltaf eitthvað það. Og við birtum niðurstöður eftirlits á heimasíðu stofnunarinnar, þarna er slóðin á það. Það er hægt að sjá öll eftirlitsverkefni sem við höfum farið í og svona stutta samantekt það hvað þau leiddu í ljós. Og nefna hérna eftirlitsverkefni sem tengjast plöntuverndarvörum. Við gerum úttekt á tollafgreiðslu, þar getum við séð hvaða fyrirtæki þarna fengu tollafgreiddar vörur sem eru í þessum ákveðnu tollflokkum sem plöntuverndarvörurnar lenda í. Og við berum það síðan sama við áritanir sem við veitum þegar vörurnar koma til landsins. Alltaf fyrirtæki sem eru í því að markaðssetja þekkja þetta náttúrulega. Nú og við erum með eftirlit í plöntuverndarvörur á markað þar sem við förum og skoðum hvert að vörurnar séu með markaðsleyfi og hvert að merkingarnar séu uppfærðar samkvæmt nýjustu reglum og hvert að öryggisblöð séu aðgengileg fyrir þá sem nota þessar vörur í atvinnuskyni. Og síðan er það verkefni greining á söluskrám. Það næri yfir plöntuverndarvörur sem eru til notkunar í atvinnuskyni. Og þar tökum við saman söluna í kíló af virku efni á ári
og sömuleiðis fáum við þarna upplýsingar stöðu notandalega við kaup á plöntuverndarvörum. Hverjir eru með leyfin í gildi, hverjir eru með útrunuleyfi og hverjir hafa aldrei haft leyfi. Kom aðeins nánar að því hér síðar. Þá það hlutverk heilbrigðisnefndar sveitarfélaga. Það að hafa eftirlit með meðferð og notkun og merkingum efna í starfsleyfisskyldri starfsemi sem heyrir undir þau starfsleyfi sem nefndin gefur út. Þetta gildir nú eingöngu fyrir, þegar við erum að tala varnarefni, þá gildir þetta fyrir þá sem að stunda meindýravarnir í atvinnuskyni og þá sem stunda garðáður. Þeir sem að hins vegar eru bændur, það ekki starfsleyfisskyld starfsemi og það fellur ekki undir okkur svo sem, eða heilbrigðiseftirlitið nema, ég ætla ekki að fara að úttala mig svo sem það fellur ekki undir okkar ábyrgðarsvið, en það skilst mér þannig í potti búið núna það að menn þurfa að tilkynna starfsemi, en ekki að það ekki gefin út sérstök starfsleyfi. Þannig að, en þar með sagt, þá sem sagt, eftirliti með sem sagt, starfsemi bænda þá annarkvort hjá heilbrigðisnefnd eða hjá vinnueftirliti ríkisins. Það til sem sagt reglugerð eftirlit í landbúnaði. Já, þetta nú bara heilbrigðiseftirlitið sem birtast þarna, það eru 10. Vinnueftirlitið, það hefur eftirlit með notkun og meðferð og merkingu efna á vinnustöðum, eins og ég nefndi þarna áðan, og sömuleiðis skoðun á búnaði sem notaður til dreifingu varnarefna. Og þetta gildir vélknúnar dælur og það sem sagt væntanlega reglugerð sem innleiðir Evróputilskipun skoðun á sem sagt úðadælum. Við liggjum aðeins á eftir innleiðinguna þessu. Ég man eftir því að ég var að fundum hérna kringum 2010 og þá var allt ESB á hliðinni út af þessu að það átti að fara að skoða allar úðadælur í öllum löndum ESB. Tollstjóri hans að stöðva innflutning á tilteknum eiturefnum og tilteknum varnarefnum sem ekki hafa markaðsleyfi og sömuleiðis að stöðva innflutning efna og efnablanda sem ekki uppfylla önnur skilyrði efnalaga. Þannig að við erum í miklu samstarfi við tollinn. Tollinn náttúrulega býr ekki yfir þeirri þekkingu sem við búum yfir, en þeir eru hins vegar með úrræðin til að taka á þessu. Neytendastofa hefur eftirlit með auglýsingum og öðru svipuðum viðskiptaaðferðum og ef við verðum varir til dæmis við það að það verið að auglýsa plöntuverndarvörur sem ekki með markaðsleyfi, þá sendum við ábendingu til Umhverfisstofnunar og upplýsum og Neytendastofa á að upplýsa okkur brot á efnalögum sem Neytendastofa verður við í almennu markaðseftirliti. Síðan hlutverk eitrunarmiðstöðvar þarna inni. Það að taka við upplýsingum frá innflytjenda, framleiðanda eða öðrum sem ber ábyrgð á markaðssetningu eiturefnis eða varnarefnis á Íslandi efnasamsetningu og eiturhug efnisins. Þetta það sem felst í þessu í raun og veru í dag, það það að menn senda sem sagt öryggisblöð með tölvupósti til eitrunarmiðstöðvar. Ég ætla síðan að nefna bara örfáar greinar í efnalögunum sem að kannski ekki verður komið inn á, það verður kannski komið inn á síðan, ég vil draga þær út allavega. Og það náttúrulega kannski þessi 20. grein svolítið erfið. Ákvæði laganna þannig þá að tilkynna markaðssetningu á leyfisskyldum efnum til Umhverfisstofnunar og við gefum út skráningarnúmer fyrir tollafgreiðslu og síðan upphæð hvers árs skal gera grein fyrir þeim vörum sem markaðssettar voru á undangengnu ári. Það hins vegar dregist að gefa út reglugerð til að framfylgja þessu, þannig að við höfum notað sem sagt eldra verklag. Það að segja að þegar vara kemur til landsins þá sótt áritun til Umhverfisstofnunar. Við fáum vörureikninginn og við stimplum hann og staðfestum að vörurnar hafi markaðsleyfi. Og ef það kemur í ljós að það eru vörur í sendingunni sem ekki eru með leyfi, þá höfum við haft að verklag að skipta upp sendingum þannig að varan sem ekki er með leyfi, hún tekin út úr sendingunni en hinar vörurnar tollafgreiddar og við leggjum áherslu á það að þetta gangi hratt og örugglega fyrir sig þannig að það verði ekki fyrir töfum. En það verður bara sést að það kemur alltaf fyrir á og til að það laumast einhverja vörur inn í sendingu og þannig að við erum með nokkur dæmi þetta. Ef menn hafa fengið þessu áritun þá jafngildir það tilkynningu markaðssetningu.
Þannig að þeir sem eru sem sagt í þarna því að flytja inn vörur og tollafgreiða þeir þurfa að hafa þetta í huga. Við munum kynna þessa reglugerð þegar hún kemur út náttúrulega fyrir þeim sem að hana varðar. Nú, ég var búinn að tala þarna sem sagt tiltekin varnarefni. Það þarf að tilkynna markaðssetninguna til Umhverfisstofnunar. Það þarf að tilgreina ábyrgðaraðila til að hafa umsjón með sölu á tilteknu varnarefnum. Og það þarf síðan að afhenda Umhverfisstofnun gögn um magn og tegund sem settur á markað á því form sem stofnunin tilgreinir. Þannig að þarna og fyrirtækin sem að markaðssetja þessar vörur, þeir eru ábyrg fyrir því að afhenda einungis þeim sem með þeim tiltekin varnarefni sem eru handhafar gilds notendaleyfis frá Umhverfisstofnun. Og þetta er nú það sem við erum kannski svona svolítið að þarna hafa eftirlit með og reyna að koma í betra horf. Það verður að segja að þetta er ekki alveg í nógu góðu horfi. Hér inni eru náttúrulega nokkri einstaklingar sem ætla að þarna gera sig í brók og þarna eru hér til að fá svona nýjustu upplýsingar það hvað er að gerast á þessu sviði og það með fullnægja til þess að fullnægja kröfu endurmenntun sem þarf að eiga sér stað með endurnýja leyfi. Þannig að við erum búin að gera vera með eftirlit núna í 2 skipti. Það sem þetta hefur komið í ljós og ég verður að segja að við erum við erum á réttri leið hvað þetta varðar. Nú, í 34. grein þá er talað aðgerðaáætlun sem ráðherra gefur út til 15 ára og ég ætla að fjalla nánar það hér á eftir, sérstaklega. Það er kannski mesta nýnæmi sem við erum að segja frá núna fyrir þennan hóp. Nú, og ég ætla síðan að tala hérna aðeins á eftir markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvörur og hvernig það gengur fyrir sig. Þannig að þetta er bara til að draga þessi ákvæði út úr efnalögunum. Og svo ætla ég að vekja athygli á 54. greininni sem að veitir Umhverfisstofnun heimild til að taka gjald fyrir þjónustu sína og það sem að varðar hennan hóp hér, það er veiting markaðsleyfa fyrir plöntuverndarvörum, það eru notendaleyfin og það er útgáfa skráningarnúmers fyrir tollafgreiðslu eða sem sagt þegar við erum að tala um það sem við kallum tolláritanir í dag að við tökum gjald upp á 4.400 krónur hver skipti sem að við áritum. Og það er ráðherra sem setur sem sagt þessa gjaldskrá að veittum tillögum Umhverfisstofnunar og gjaldið það tekur mið af þeirri vinnu sem að liggur á bakvið. Það er vísu það er náttúrulega, má segja að það er endurskoðun reglulega og við erum alltaf að reyna að horfa á þessi gjöld og reyna að lækka þau þannig að séu í samræmi við vinnuna. Þannig að ég myndi segja að það gæti verið að til dæmis að gjaldið fyrir nýtt leyfi munu nú lækka eitthvað í næsta skipti. Þetta var það sem ég ætlaði að segja ykkur varðandi efnalögin. Þannig að það er við getum náttúrulega tekið umræðu síðast í lokin. Þannig að ef það er engar áríðandi spurningar núna, þá myndi ég bara renna í næsta fyrirlestur. Það eru markaðsleyfin, er það ekki? Maður lendir náttúrulega alltaf í einhverjum endurtekningum þegar maður tala lög og reglugerðir því að lögin eru sett til að veita stoð fyrir reglugerðunum. Þannig að það er kannski einhverjar endurtekningar en ef við förum núna í þessi markaðsleyfi, byrja því að reynda að tala kannski ástandið eins og er núna. Þegar efnalögin voru sett, þá var sett í þau bráðabirgðaákvæði og það gekk út á það að allar skráningar varnarefna sem voru gildar þegar lögin tóku gildi, þær voru felldar úr gildi. En það var hægt að sækja tímabundna skráningu fyrir þær vörur sem voru með gilda skráningu þegar lögin tóku gildi. Þetta er mjög gildishlaðið. Og tímabundna skráningin, hún gildir þar til búið er að hættumeta að virka efnið í vörunni á ný, en þó lengst til 31.12.2021.
Þessi dagsetning fundin út með því að reglugerðin sem að gildir í Evrópu, hún tók gildi árið 2011 og þarna markaðsleyfi eru að jafnaði gefin út til 10 ára. Þannig var þessi dagsetning fundin. Og ég segi ykkur aðeins nánar hvernig þetta virkar. Hitt ákvæði var það að virkaefni í vörunum verði bannað á Íslandi með reglugerð sem ráðherra setur en þó ekki lengur en til 1. janúar 2017. Þannig að þetta er svona aðlögunar ákvæði sem við fáum þegar við þarna tökum þessa reglugerð inn í samningin. Og Umhverfisstofnun skal gera aðila viðvart þegar tímabundin skráning fellur úr gildi. Við erum þá með á heimasíðun okkar á þessari slóð sem birt þarna neðst í þessari glæru. Þar erum við með lista yfir tímabundnar skráningar og þessi listi hann er stöðugt að breytast þannig að þarna við þurfum að gefa hann út nokkrum sinnum og endurnýja hann er síðasti listinn frá 15. nóvember. Þarna tekið svona dæmi bara með eina vöru sem hvernig við skráningi kemur út. Það er sem sagt Perfection sem er skordýræði sem er notaður í kálrækt og þarna gulrófnarækt. Og þar kemur sem sagt fram þarna, það kemur fram sko hvað markaðsleyfi gildi lengi, það er sem sagt, hún er með númer, það er skilgreind notkunin og það er virkaefnið Dimethoat, hún gildir til 30.07.2019 og svo erum við hérna, þegar þetta er merkt svona, heimilt er að nota hana til 31.07.2020. Þetta þýðir það að við erum búin að tilkynna sem sagt leyfishafanum það að hún rennur gildi þennan dag, þessi þarna tímabundna skráning. Og það stendur síðan hérna sko þetta er sem sagt vara, hún er til notkunar í atvinnuskyni, hérna þurfa með notendaleyfi til að kaupa þessa vöru. Þannig að þarna á þessum lista getum við þá séð hvaða vörur hafa leyfi hverju sinni. Já, ég getur bara, það kom stutt spurning hérna, leyfishafinn kemur ekki fram. Nei, hann kemur ekki fram þarna. Það eru ákveðnar ástæður fyrir því, við vitum alveg hver hann er. Það er hins vegar þannig að það er svona stundum ekki alveg á hreinu hver er hinn raunverulegi leyfishafi. Þannig að, en ég get hins vegar upplýst að það eru bændasamtökin sem eru leyfishafi til dæmis fyrir þessari vöru. Þannig að það er alltaf að spyrja okkur að því hver er leyfishafinn en við viljum síður vera að birta þetta út af því að þetta var sko, já ég þarf að geta tala hérna í þetta. Það var vegna þess að þegar að sko efnalögin tóku gildi þá var til dæmis voru sumir aðilarnir sem þar voru bara hreinlega ekki til lengur, fyrirtæki fann á hausinn, þannig að það var engin, þetta var sem sagt skráning án hirðis. Nú bara kannski örstutt hvernig þróunin var sko, þegar að efnalögin tóku gildi þá voru 138 vörur með gilda skráningu. Það vísu sko, ber að geta þess að auki vorum 20 vörur með þarna undanþágu sem síðan voru teknar inn undir þetta ákvæði efnalagana. Síðan þarna erum við sem sagt að þegar að þessu tímabili lauk sem að góti sótt tímabundna skráningu þá hafi verið sótt leyfi fyrir 113 vörum. Núna er þessar vörur konar niður í 88 þannig að þær eru að týna tölunni smátt og smátt. Vegna þess að það er bara, þessi tími líður sko. Og nú er þetta tímabil viðmiðunar ári var sko 2011, nú komið 2017, þannig að nú þegar eru liðin sko bara næstum 6 ára af viðmiðunar tímabilinu. Dæmi plöntuverðarvörur sem hurfu á markaði í 1. janúar 2016, þar segja fyrir rúmu ári síðan. Þá voru vörur eins og Casoron og Permasect, Plorinaproof og Tork og þetta voru sem sagt, þarna var virkaefnið ekki samþykkt á vettvangi EES. Þannig að þessar vörur eru horfnar á markaðnum. Það eru reyndar nokkrar fleiri. Ég tiltek svona bara þarna nokkrar sem eru algengar. Það er náttúrulega líka Casoron stóð náttúrulega fyrir kannski alltaf helmingi af innflutningi á plöntuverndarvörum þegar best lét eða verst lét eftir hvernig maður lítur á það. Og Permasect náttúrulega var algjörlega yfirgnæfandi þarna efni til að nota í garðáðum.
Önnur efni sem hurfu þarna, þá voru efni sem hurfu því það var búið endurnýja samþykki fyrir virkaefninu. Það eru til dæmis sveppalyfið Amistar, sveppalyfið Collis, það eru rótunarhormónið Floramon, það er Sporgon sem að mér minnir að það sé notað í svepparækt, það ekki? Og Lyrotect Super notað reyndar mjög fáum í kartöfluræktun hjá stofnútsæðisframleiðendum. Síðan voru fleiri vörur sem hurfu á markaði núna. Það er til dæmis illgreisiseyðarnir Dicopur og Dicotex sem eru yfirleitt kallaðir fíblæðar í daglegu tali. Það er eina sniglaeyðri sem held ég til á markaði. Lentagran er illgreisiseyðir og Teldor er sveppalyf. Sömuleiðis Epoch, Harmony og Reglon. Þetta eru mjög mikilvæg efni Epoch og Reglon eru mjög mikilvæg efni til að nota í kartöfluræktun. Harmony er illgreisiseyðir sem er til dæmis notað til að eyða njóla. Þessi efni munu koma aftur inn tímabundið. Það er verið að vinna að reglugerð vegna þess að það er búið að framlengja samþykki virkaefnisins í þessum vörum. Og þá er markaðsleyfinu framlengt í ESB, en við verðum að setja bráðabirgða ákvæði reglugerða því við erum með svona innleiðingar hala. Við erum ekki búin að innleiða þessar gerðir, þannig að við verðum að gera þetta vegna þess að þau munu fá framlengingum 1 til 2 ár þegar reglugerðin verður innleidd. Þannig að þarna þeir sem hafa áhyggjur af því að fá ekki þessi efni næsta sumar og held ég það næsta sumar, þeir geta aðeins andað rólega því að þau munu væntanlega verða framlengt. Það er ekki hægt að segja annað. Það er sem sagt 35. greinin í efnalögunum sem kveður á það að það þurfi markaðsleyfi og núna erum við á umbreytingatímabili sem nær til ársins 2021 og það reyndar fyrir séð að það verði að framlengja því eitthvað með breytingum á efnalögunum vegna þess að það er alltaf verið að seinka áhættumatinu á virkuefninu þannig að þetta er allt, það hægir á öllu ferlinu. En á þessu umbreytingatímabili þá geta sem sagt vörur verið á markaði hérna vegna þess að það eru með tímabundna skráningu eins og ég hef búin að vera að rekja hérna. Síðan til reglugerð gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörum. Þessi reglugerð kannski sett þarna 2014 en ég sýnist að hún muni ekki hafa mikla þýðingu hér. Þetta var sem sagt til þess að leysa vanda sem geti skapað á þessu umbreytingatímabili. En síðan kom reglugerð 544/2015 plöntuverndarvörur, hún var gefin út þarna sem sagt 2015 og það er hún sem stjórnar þessu í dag. Og nú er þetta náttúrulega, þetta er alltaf svolítið snúið hjá okkur sko. Við setjum reglugerð innleiðingu á reglugerð og í raun og veru sko má segja ákvæðin sjálf, þau eru í reglugerðin hérna EB 1107 frá 2009, þetta er prentvilla, það var 2009. Þetta er sem sagt reglugerðin sem við innleiddum og það eru síðan fleiri reglugerðir og ef maður kíkir á reglugerð 544 þá er það búið að innleiða þar eitthvað í kringum 200 reglugerðir. Þannig að hún er nú svona ekki mjög árennileg til þess að vita hvað þetta þýðir nú allt saman. En það eru sem sagt það eru búið að innleiða þá reglugerðir með sérstök ákvæði merkingar á plöntuverndarvörum og síðan skrá yfir samþykkt virk efni. Í þessari reglugerð eru ekki ákvæði tollafgreiðslu, tilkynningu, markaðssetningu og skráhald vegna markaðssetningar, þetta sem ég talaði áðan, en þau eiga eftir að bætast við. Það er svona af tæknilegum ástæðum hefur dregist að setja þessa reglugerð. Ég ætla svona aðeins að lýsa helstu eiginleikum þessara reglugerðar á nokkrum mínútum. Búin að nefna það að hún tók gildi 14. júní 2011, þannig að við liggjum svolítið þannig á eftir og þessi reglugerð kemur í stað tilskipunar sem var áður í ESB en hún var aldrei innleidd hér á landi og þess vegna verða svona miklar breytingar hérna allt í einu. Við erum í raun og veru sko að hoppa yfir svona 10-20 ár í þróunni. Þannig að þarna og það er sem sagt við höfum verið með svo lengi með kerfi þar sem við ekki gert neitt áhættumat á þeim vörum sem var á markað. Núna kemur það í raun og veru inn aftur.
Það er ekki þannig að við gerum það, en við hins vegar erum að setja á markað vörur sem búið er áhættumeta. Þannig að við getum verið svona heldur öruggari þessar vörur heldur en verið hefur undanfarin ár. Virku efnin eru metin með tilliti til áhættu og það eru sem sagt yfirvöldin sem að gera það. Það fer þannig fram að lögbær yfirvöld eins og Umhverfisstofnun eða Umhverfisstofnun í Danmörku eða í Noregi og svo framvegis, þau fá sem sagt svona skýrslur til að fara yfir og eru að meta þær út frá áhættu. Og reyndar sko matið það byggir sem sagt á hættueiginleikum efna frekar heldur en áhættunni af völdum notkunar. Þetta er svona bara tæknilegt atriði í sambandi við áhættumati, kannski ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það. En það kemur núna til dæmis það ákveða að það er óheimilt að nota virkefni sem að valda krabbameini eða valda stökkbreytingum, eru þrávirk, safnast upp í lífkeðjunni eða trufla hormónajafnvægi. Það er kannski má segja að það sem er erfiðast af þessu þarna, það er þetta neðsta. Það er mjög erfitt að sýna fram á það að eitthvað efni trufli hormónajafnvægi. Meðal annars vegna þess að það er svo mörg efni saman í einni súpu sem gera það. En þetta er svona sérstakt viðfangsefni núna í ESB, það er að skoða þetta meira, þetta sem heitir hormone disrupting factors eitthvað leys. Og hvert virkt efni er samþykkt í ákveðin tíma, þannig að fyrsta samþykki gildir í 10 ár, síðan ef það er endurnýjað þá gildir það í 15 ár. Það gildir endur í 7 ár fyrir efni sem þarf að skipta út, eins og við talum hérna aðeins á eftir. Svo eru til áhættulítil efni sem eru samþykkt í 15 ár. Dæmi það eru til dæmis matasódi, efni þessum dæmi. Þannig að þau eru samþykkt lengur, svo er líka til svokölluð grunnefni. Það er til þess efni sem eru notuð í matvæli, þau eru samþykkt sem grunnefni og það þarf ekkert að endurnýja það. En markaðsleyfin síðan taka mið af þessu, þannig að þegar nýtt virkt efni er samþykkt, þá er gefið út markaðsleyfi sem gildir í 10 ár. Og ef það síðan verið endurnýjað, þá gildir markaðsleyfið í 15 ár. Og svokölluð skiptiregla, hún verður virk þarna í fyrsta sinn. Hún gildir efni sem skaða tauga- og ónæmiskerfi eða eru líklega til að valda grunnvatnsmengun. Þau fara samt í ferli sem miðar því að skipta þeim út fyrir hættuminni efni. Myndin sýnir vel að þetta verið búin að standa í þessu lengi. Þetta er tefi sem er að skipta út af fyrir einhvern annan hjá Manchester City. Við viljum sem sagt losna við vandræðagemningana. Og síðan er eitt atriði hérna sem að gera það að verkum að hluti til flækjast aðeins að samkvæmt henni þá á að skipta Evrópu eða ESB í svæði. Og þau eru 3, norðursvæði, miðsvæði og suðursvæði og Noregur og Ísland og reyndar Liechtenstein, það er bara svo lítið að ég bjó ekki til svona klipp fyrir það. Já, nei, fyrirgefði, það tilheyrir náttúrulega ekki því. Við tilheyrum norðursvæðinu, það er að segja, það eru Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin sem eru saman á svæði. Reyndar er þannig að plöntuverndarvörur sem eru notaðar í gróðurhúsum eða til að meðhöndla uppskeru eða bæsa fræ eða sótthreinsa geymslur, þau falla ekki undir þessa svæðaskiptingu. Og það er sem sagt þannig að markaðsleyfin eru gefin út í hverju aðildarríki fyrir sig. Það var sem sagt fyrst ekki samþykkt á sínum tíma, það væri bara gefið út eitt markaðsleyfi fyrir alla Evrópu. Þetta er náttúrulega vegna þess að aðstæður eru mismunandi í löndunum, mismunandi landbúnaður og mismunandi jarðvegur og loftslag og svo framvegis. Já, ég nefni það hérna sko, gildistími markaðsleyfa fyrir plöntuverndarvöruna, hún sem sagt er í sama jafn langan tíma og virkaefnið, en hún gildir samt 1 ári lengur. Vegna þess að þegar það er búið að samþykkja virkaefni þá líður 1 ár þar sem verið að áhættumeta fyrsta leyfið fyrir plöntuverndarvörunni. Þannig að vörurnar mega vera á markaði sem sagt 1 ári fram yfir gildistíma á samþykki fyrir virkaefninu. Nú aðildarríki innan sama svæði þeim er uppálagt að hafa með sér samvinnu veitingu markaðsleyfanna. Þetta er gert til að dreifa vinnuálaginu, þannig að Danir eru flinkir að veita markaðsleyfi, það er ekki hægt að dömpa bara öllum þeirri vinnu yfir á þá.
þannig að það þarf að dreifa þessu á löndin. Þannig að það þá þegar sótt markaðsleyfi fyrir einhverju vöru, þá það eitt ríki sem tekur að sér að meta umsóknina og síðan þegar það hefur gerst og það búið að samþykkja markaðsleyfið, þá veita hinn ríkin gagnkvæma viðurkenningu á markaðsleyfinu. Og það sem sagt, þetta sú leið sem við sjáum fyrir okkur að verði hægt að fara á Íslandi, það að veita gagnkvæma viðurkenningu, því að við getum ekki framkvæmt svona áhættumat, við höfum ekki mannskap til þess, við myndum þurfa bara að fá þá vinnu gerða í öðrum löndum og þá alveg gott að hinn ríkin á svæðinu geri það. Og þetta sem sagt, þetta þá þannig að segjum að eitthvað fyrirtæki eins og, við nefnum bara eitthvað fyrirtæki sem allir þekkja, á þess að vera að gera svo sem upp á milli fyrirtækjana, Monsanto, mikið í umræðunni, það sækir markaðsleyfi fyrir Roundup í einhverju landi, einhverju vöru í einhverju landi á norðursvæðinu og leið þá tilkynir það, ég ætla að sækja leyfi í Danmörku og ég ætla að sækja gagnkvæma viðurkenningu á Íslandi, í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi, eitthvað fleis. Þannig að þá sjá ríkin strax að ok, nú er þetta að fara að koma inn til okkar. Og það þannig að ríki sem metur umsóknina markaðsleyfi fyrir svæðið, að hinn ríki sem eiga að veita gagnkvæma viðurkenningu, þau hafa lítið svigrúm til að breyta út frá þessu. Þetta náttúrulega svolítið umdeilt af því að það hvert ríki með sín þarna, með sína sérvisku í þessum málum. Nú, ef engin framleiðandi sé sér hag í að sækja markaðsleyfi, þá það þannig að opinberir aðilar, samtök bænda eða þeir sem koma að þarna vinnu í sambandi við. Já, ég ætla að hleypa hérna út. Hér sem komin að svolítið ákvæði sem mikið búið að velta fyrir sér og tala um. Það sem sagt, eins og hefur orðað, það markaðsbrestur hvað þetta varðar. Þannig að það hefur sem sagt, það hefur ekki verið sótt markaðsleyfi eftir þeirri leið sem almennt gert ráð fyrir í reglugerðinni. Þannig að við höfum þurft að horfa á þetta sem sagt, þetta hliðarúrræði þarna í 40. greininni. Og það annars vegar einhverju opinberir aðilar eða samtök bænda sem við geta sótt en sömuleiðis getur lögbært yfirvald þar sem Umhverfisstofnun samþykkt umsókn ef almannahagsmunir í húfi. Ég ætla að koma aðeins nánar inn á þetta eftir. Það heimilt að taka gjald fyrir vinnu við mat á umsóknum markaðsleyfi samkvæmt reglugerðinni sem byggir á meðaltalskostnaði við mat á umsóknum. Og við erum sem sagt hérna með gjaldskrá til þess að fjalla svona leyfi og ég tek nú bara hérna nokkur atriði úr gjaldskráni. Það sem sagt markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvöru, þar er upphæðin 2,5 milljón. Við erum reyndar að fara að endurskoða þessa tölu, hún mun lægri en í öðrum löndum. Hún mun lægri hér. Já, þetta sem sagt þetta ársvinna, þetta tekur heilt ár að gera þetta áhættumat. Þetta kannski ekki alveg ársvinna en sem sagt, kannski það í heildina, það eru margir sem koma á áhættumatinu. En þannig að sko við getum ekki verið að gefa einhver skilaboð það sé eitthvað ódýrara að gera þetta hér. Því að við getum ekki fjallað svona umsóknir nema að fá aðstoð við það erlendis frá. En gagnkvæma viðurkenning á markaðsleyfi, það núna samkvæmt gjaldskráni 638.000. Hins vegar vil ég nefna það að það heimild til að veita afslátt frá þessari upphæð. Alltaf 80% endurgreiðsla möguleg. En það líka heimild að taka hærra gjald ef umsóknin hefur förum sem meiri kostnað. En það þó þannig að ef sótt gagnkvæma viðurkenning þá þarf að reiða þetta gjald fram þegar umsóknin send inn. Nú bara sýna ykkur hérna gildistíma tímabundinnar skráninga, hvernig þeim fækkar ár frá ári, núna næstu árin. Það voru 9 vörur sem duttu út 2015, 8 vörur duttu út 2016, 4 vörur duttu út á þessu ári
það eru svona fáar vegna þess að einhverja vörur sem að detta út hafa fengið framlengingu og svona fer þetta koll af kolli þannig að það eru mjög fáar vörur eftir á markaði með tímabundna skráningu þarna í lok tímabilsins þarna 2021. Já, eins og ég nefndi sem það hafa engar umsóknir borist markaðsleyfi samkvæmt eftir að reglugerð 544 tók gildi en Bændasamtökin hafa gert áætlun og metið það þurfi 55 plöntuverndarvörur til að tryggja nauðsynlegt framboð á markaði, svona það bil, það er náttúrulega bara alltaf svona áætlun og það hefur verið gerð kostnaðaráætlun upp á eitthvað í kringum 50 milljónir við að gefa út þessi leyfi. Og sem sagt þá það bæði kostnaður fyrir þann sem að sækir og síðan kostnaður sem fellur á sem við tökum fyrir að þarna fjalla umsóknina hér. Og þetta náttúrulega ansi mikil há upphæð þannig að núna unnið að því í stjórnsýslunni að finna leiðir til að fjármagna þessa vinnu við að veita þessi leyfi. Þetta var það sem ég ætlaði að tala í sambandi við markaðsleyfin. Þannig að við erum aðeins á eftir áætlun. Ekki hvert það eru kannski einhverjar spurningar núna eða hvert þið viljið bara geyma það þangað til í lokin. Já, ágætt, ég bara búin að þakka niður í ykkur. Heyrðu, þá bara höldum við áfram okkar striki. Já, kannski þetta slá þessu niður því að þetta ná í þetta. Þá ætlar Helga að taka við og segja okkur aðeins notendaleyfin. Ég ætla ekki að fara að slökkva á þessu hérna. Jæja, ég spýti bara í lófana svo við missum ekki kaffitímanum okkar. Það er mjög mikilvægt að ná honum. Ég heiti sem sagt Helga og ég ætla að tala hér í dag notendaleyfin meðferð varnarefna. Bara gaman að sjá hvað margir þar. Ég hef eflaust verið í samskiptum við marga ykkar mest í gegnum tölvupóst og síma, þannig að það er rosalega gaman að sjá andlitin núna. Og við byrjum nú bara á þessu, þá byrjar þetta allt saman á lög og reglugerðum og ég á eflaust eftir að minnast á eitthvað sem að Björn er búinn að segja, þetta tengist allt saman rosa mikið. Og reglugerðin sem að ræða hún sést á stóð í efnalögin. Þessi reglugerð frá árinu 2015 og heitir einfaldlega bara reglugerð meðferð varnarefna. Hún er sett til innleiðingar á evrópskri tilskipun aðgerðarramma til þess að ná fram sjálfbæri notkun varnarefna. En það hafa einnig líka verið tekin upp ákvæði úr fyrri reglugerð meðferð varnarefna og notendaleyfi. Það er jú þannig að við viljum öll stuðla að ábyrgri notkun á varnarefnum til þess að minnka þá áhættu sem getur stafað af meðferðara, þannig að við takmörkum áhættuna fyrir heilsu og umhverfið. Það er markmið með reglugerðinni ásamt því að tryggja að þeir sem að koma að markaðssetningunni og bara meðferð og notkun varnarefna hafi þá nægilega þekkingu á öruggri meðferð. Og einnig að reyna að setja upp ramma til þess að draga úr eins og hægt notkun varnarefna og takmarka eða banna notkun þeirra á viðkvæmum svæðum. Örstutt í hvað varnarefni, þannig að þekki þetta allir, en varnarefni samheiti fyrir sævörur og plöntuverndarvörur. Sævörur flokkast í marga flokka og bara til dæmis þá þetta útrýmingarefni fyrir meindýraeyða, það flokkast sævörur. En hér í dag er náttúrulega bara að tala plöntuverndarvörur og það flokkast upp í illgresiseyða, plöntulyf og stýriefni sem að plöntulyfin skiptast síðan upp í sveppaeyða og skordýraeyða. Burtséð frá því hvað plöntuverndarvörur við erum að tala þá er varnarefni skipt almennt upp í 2 flokka þá eftir notkun þeirra. Það er þá einmitt sem er búið að minnast á svolítið áður. Það er hvort sem að varnarefni ætluð til notkunar í almennri notkun. Þá getur almenningur bara keypt þessi efni og notað og síðan eru varnarefni sem eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni. Og til þess að þeir aðilar sem ætla sér að nota og kaupa varnarefni í atvinnuskyni, þeir þurfa að sækja leyfi til Umhverfisstofnunar. Umhverfisstofnun sér að gefa út 2 konar leyfi. Það er notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum fyrir þá sem ætla þá að stunda eyðingu meindýra og síðan er hins vegar notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum
sem eru þá notuð í landbúnaði og garðyrkju og þar með talið garðaúðun líka. Það er hægt að sækja notendaleyfi bara rafrænt í gegnum þjónustugátt stofnunarinnar og það er hægt að fara, sjá það bara á heimasíðunni, bara forsíðunni þar, er hægt að klikka á þjónustugáttina. Til þess að umsækjandi geti fengið notendaleyfi þá þarf að uppfylla ákveðin skilyrði og þau þurfa að hafa lokið námi eða námskeiði sem að fjallar meðferð varnarefna og einnig lög og reglur á því sviði. Og umsækjendur þurfa líka að standast próf að námi eða námskeiði loknu. Það þarf að sækjast eftir staðfestingu frá Vinnueftirlitinu að aðili hafi þá yfir að ráða aðstöðu og búnað sem er talin tryggja öryggi og rétta meðferð á varnarefnum og umsækjendur þurfa að vera eldri en 18 ára. Já. Hvað er námskeiðið langt? Það er spurt hvað námskeiðið er langt. Námskeiðið er tveir dagar, eða ekki? 2,5. Já, 2,5, já. Oft er þetta keyrt saman, námskeið fyrir bæði útrýmingarefni og plöntuverndar, þannig að þetta getur við tekið upp í heila viku ef fólk er að taka bæði. En notendaleyfin eru gefin út á einstaklinga og þau geta gefið út í alltaf 5 ár. Og hér eru líka nýmæli í reglugerðinni, það er að frá með 1. janúar 2017 þá þurfa umsækjendur sem ætla sér að sækja endurnýjun eftir að notendaleyfi útrunnið, þá þurfa þeir að hafa sótt sér viðeigandi endurmenntun sem er þá í að minnsta kosti 3 kennslustundir. Og það þarf aftur þá að sækjast eftir skoðun hjá Vinnueftirlitinu á aðstöðu og búnaði. Það er svokölluð gagnkvæm viðurkenning á réttindum og EES-svæðinu sem þýðir ef aðili hefur öðlast sér réttindi á EES-svæðinu þá getur hann fengið þau viðurkennt hér ef Umhverfisstofnun telur að það sé nægjanlegt. Og Umhverfisstofnun birtir síðan eftir lista yfir þá sem eru með gild notendaleyfi á heimasíðunni okkar og við uppförum þetta alltaf reglulega bara leið og einhverjar breytingar. Það er þá þannig að ef aðili ætlar að taka móti, kaupa eða nota varnarefni þá þarf sá aðili alltaf að geta framvísað gildu notendaleyfi. Það er að segja ef við erum að tala varnarefni til notkunar í atvinnuskyni. Það eru ábyrgð þeirra sem að markaðssetja efnin að þau séu þá afhent eingöngu aðilum sem að hafa gilt notendaleyfi. Þannig að fyrirtækin þau geta krafist þess að sjá notendaleyfið og hvort það sé ekki örugglega í gildi. Þessi varnarefni sem eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni þau eiga ekki að vera aðgengileg á sölustöðum þannig að það þau ekki vera upp í hillunni þar sem almenningur getur þá náð til þeirra heldur að afhenda þau sérstaklega. Og við afhendingu þá eiga birgjar alltaf að láta öryggisblöðin fylgja með vörunum. Þeir sem að markaðssetja varnarefni þeir eiga að tilkynna ábyrgðaraðila sem Björn minntist líka aðeins lítilega á áðan sem að hafa þekkingu á meðferð varnarefna. Og þannig að viðskiptavinir hafi þá tök á því að sækja sér upplýsingar vörurnar á staðnum og þessir ábyrgðaraðilar þeir þurfa einnig að hafa lokið námi eða námskeiði meðferð varnarefna. Fyrirtæki sem eru markaðsett, það er spurning. Já, það er bara sá sem er að selja. Já, fyrir ekki. Það er að spyrja hvort það sá sem að markaðssetur varðarefni, hvort það sé sá sem að verslun eða sá sem er að setja á markað. Já, þau fyrirtæki sem eru að markaðssetja varnarefni, þau þurfa að halda yfir svokallað skrá yfir sölu þeirra. Það kallar bara söluskrá almennt og þessi söluskrá inniheldur þá upplýsingar varnarefnin sem hafa verið seld, upplýsingar kaupandann, vöruheitið á varnarefnunum og hversu mikið magn hefur verið selt. Þeir sem eru að markaðssetja þessi efni hér, þeir kannast við þetta hefur alltaf verið gert árlega og það þarf að skila þessari skýrslu hvert ár til Umhverfisstofnunar. Og þessi söluskrá er í rauninni alveg mjög mikilvægt tól fyrir okkur hér hjá Umhverfisstofnun þegar við getum síðan notað þessar upplýsingar til dæmis til þess að meta
hver notkun varnarefna hér á landi. Og við notum þetta til dæmis núna fyrir aðgerðaráætlunina sem ný hjá okkur. Förum bara svona aðeins í garðaúðunina. Þeir sem ætla að stunda garðaúðun í atvinnuskyni, þeir þurfa að hafa notendaleyfi frá Umhverfisstofnun fyrir plöntuverndarvörum og þeir þurfa líka að hafa starfsleyfi frá heilbrigðisnefnd viðkomandi sveitarfélags. Þegar það er verið að úða garða þá má auðvitað eingöngu bara nota plöntuverndarvörur sem hafa það fengið leyfi til þess að vera á markaði og það nota tækjabúnað sem hefur þau verið skoðaður af Vinnueftirlitinu. Og þegar verið að úða garða eða útivistarsvæði einhver sem einkaeign eða almenningseign, þá má ekki nota plöntuverndarvörur sem hafa það lengri uppskerufrest en 14 daga. Tækjabúnaður, hann þarf að vera skoðaður af Vinnueftirlitinu og það þarf að vera búið að skrá búnaðinn áður en notkunin hefst og eftir það þá á skoðun búnaðarins að fara fram á 3 ára fresti. En það þarf þó ekki að skoða alveg allan búnað af því að handúðadælur og dælur sem eru borðnar á bakinu og líka búnaður sem notar til að dreifa plöntuverndarvörum bara sem kirni, það er undan því skoðuninni. Ef að fólk er að úða garða þá þarf að huga að varnaðarmiðum og áður en að garðaúðin fer fram þá þarf að setja upp slíkan varnaðarmiða og það að setja hann þá upp á ábrendi stað þar sem þetta fer ekkert fram hjá fólki, þannig að til dæmis við innganga. Það þarf að setja þetta vandlega upp og passa það að lesmálið haldist alveg skýrt allan tíman sem að fyrirmælin eiga að gilda, þannig að þetta skólast ekki bara allt til í næstu rigningu. Og hérna sjáum við bara dæmi slíkan varnaðarmiða og það eru upplýsingar sem eiga þá að koma fram á miðanum, til dæmis eins og hvaða efni verið að nota, hvað virka efnið í vörunni, hver uppskerufresturinn og hvenær fór úðunin fram og hver ábyrgur fyrir úðuninni. Varðveisla varnarefna getur verið aðeins mismunandi eftir því hvort að ræða varnarefni til almennrar notkunar eða í atvinnuskyni. Og ef við erum að tala varnarefni til almennra nota þá eiga þau einfaldlega að vera bara geymd á tryggan hátt, bara eins og við gerum almennt kannski með hættuleg efni. Þau þurfa að vera aðskilin frá matvælum og dýrafóðri, lyfjum og snyrtivörum og við þurfum líka að gæta þess að þá óviðkomandi nái ekki til þeirra. En varnarefni sem eru notuð í atvinnuskyni þau eiga að vera geymd í læstum hirslum eða rými þar sem þau eru greinilega rýmið er greinilega auðkennt með einhverjum viðeigandi varnaðarorðum eins og til dæmis varúð eða eitur og mögulega getur þurft að aðgreina efnablöndur í rýmum ef það getur verið hætta ef blöndurnar efnin blandast saman og svo skulum við ávallt geyma varnarefni í umbúðum framleiðanda þannig að þessi fari ekki á milli mála að efni sé tekið í misgripum fyrir okkur annað líka. Ef við stöndum fram fyrir því að við þurfum að fara að farga varnarefnum þá þeir ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga, til dæmis að það sé bannað að endurnota tómar umbúðir af varnarefnum. Við þurfum að passa að skóla tómar umbúðir og nota helst skólavatni til þess að nota sem þynningu í úrnablöndu. Og ef við þurfum síðan að farga þessum tómum umbúðum eða jafnvel óþynntum og þynntum úrnefnum þá þurfum við að athuga upplýsingar varðandi máli sem að geta þá fundist á annarkvort umbúðum eða á öryggisbúðum sem fylgja vörunni. Og svo getur líka verið að þurfa að kanna ákvæði lög meðhöndlun úrgangs. Og síðan er bannað að hella niður úðunarvökva, hvort sem hann sé óþynntur og þynntur í nauðurföll, ár, vötn eða sjó, þar sem við viljum ekki fá þessi efni kannski í vatnið. Aðgerðaráætlun, hann er búið að minnast alveg nokkuð sinnum á hana, ég ætla ekki að fara meira út í hana þegar hún verður kynnt á eftir. En þetta það kemur það fram í þessari reglugerð kröfurnar aðgerðaráætlunina. Eitt af markmiðum reglugerðarinnar var að takmarka notkun varnarefna á viðkvæmum svæðum og hér sjáum við bara dæmi slíkt, til dæmis þá með verndun á vatnavistkerfum og drykkjarvatni. Og ef við erum að meðhöndla svæði nálægt yfirborðsvatni þá þurfum við að gæta þess að viðhalda 5 til 10 metra verndarbelti
og að því sem maður kannski hægt að hafa í huga þegar maður ákveður það hvað á að vera stórt hvernig jarðvegurinn, er hann mjög þéttur, getur hann verið mjög gegndræpur, það ýmislegt sem þarf kannski að hafa í huga. Það óheimilt að fylla á úðunartanga beint úr á með vötnum og já, hérna á myndinni þá sjáum við dæmi bara vatnsverndarsvæði, þetta vatnsverndarsvæði hérna í Heiðmörk utan við höfuðborgarsvæði og það óheimilt að dreifa eða geyma varnarefni á svona brunnsvæðum eða grannsvæðum þá innan þessa vatnsbóla, eins og til dæmis hérna eru brunnsvæðin og guli fliturinn hér, hann grannsvæðið. Síðan einnig óheimilt að staðsetja stórar geymslur fyrir varnarefni á fjarsvæðum innan vatnsbóla. Fjarsvæðið þetta skígðasvæði hérna. Síðan óheimilt að dreifa varnarefni úr loftförum beint á yfirborðsvatn. Ég kem kannski aðeins inn á þessi loftför aftur núna eftir. Það eru frekari ráðstafanir sem hægt að gera til þess að vernda vatnavirkjakerfi og drykkjarvatn fyrir áhrifum varnarefnum og það fela meðal annars í sér að það hægt að reyna að velja varnarefni sem þó ekki flokka sem hættulegt fyrir vatnsumhverfi og innihaldi ekki heldur hættuleg efni samkvæmt reglugerðum varnir gegn mengun vatns. Það reyna að velja skilvirka dreifingaraðferð, til dæmis þannig að það sé lítið úðarrek, þannig að það fari sem minnst af varnarefnum á víðadreif. Það að reyna að lágmarka áhættu á mengun utan svæðisins sem verið að meðhöndla, sem gæti þá mögulega orsakast út af til dæmis úðarreki, framræslu eða bara afrennsli. Og síðan á að draga eins og hægt úr eða bara jafnvel útiloka dreifingu á eða meðfram vegum yfir gegndrætt yfirborð eða þá öðrum svæðum sem bara nálægt yfirborðs- og grunnvatni og líka svæðum sem hafa þétt yfirborð og það sem hægt þá kannski á afrennsli út í yfirborðs- eða grunnvatn. Enn meiri takmarkanir, en það líka óheimilt að dreifa varnarefni á friðlýstum svæðum og lykilsvæðum verndaðra tegunda. En það samt sem áður heimilt að dreifa varnarefnum á þessum svæðum ef þetta í takmörkuðu mæli og þetta sýnir fram á að skapist ekki áhætta fyrir heilsu og umhverfið, að dreifingin eigi sér stað á samfelldu og afmörkuðu svæði sem þó ekki stærra en 1000 fermetrar. Umhverfisstofnun getur í samráði við hlutaðeigandi aðila veitt undanþágu frá vissum takmörkum í einstaka tilfellum ef að ræða til dæmis varnir gegn ágengum tegundum eða gegn skaðvöldum sem stafa þá eða sem mynda ákveðna hættu á lífríkið fyrir lífríkið. Það loftförin. Þetta kannski ekki algengur dreifingarmáti hér á landi, en sem komið hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér. En það samt sem óheimilt að dreifa varnarefni úr loftförum, en ef það eru engar aðra leiðir og það hægt að sýna fram á það að áhrif á heilsu eða umhverfi sé þá minni heldur en við dreifingu bara á jörðu þá hægt að veita leyfi fyrir dreifingu úr loftförum og Umhverfisstofnun sér að veita slíkt leyfi og heldur utan heimildir fyrir slíkt. Já, þá held ég að það bara farið gott hjá mér fyrir að koma kaffitími. Svona rétt hérna í lokin nokkur bara almenn ákvæði reglugerðinni, en það góð regla að bara ávallt að gæta fyllstu varúð við meðferð varnarefna. Ef mögulega hægt að skipta út hættulegum varnarefnum þá fyrir hættuminni varnarefni. Passum okkur á að dreifa varnarefnum bara á svæði sem verið að meðhöndla og ef mögulegt að reyna að finna kannski ef við getum notast við aðferðir sem það ekki efnanotkun eða þá getum notað samhliða efnanotkun þá það alveg góður kostur þar sem við viljum auðvitað reyna að takmarka notkun á varnarefnum til þess að reyna að minnka áhrif þeirra á menn og heilsu og umhverfi. Það segi bara takk fyrir. Það einhverjar spurningar núna. Færð mikrofóninn þannig að hinir heyri. Kennst í beina. Já, hvernig sæl, ég heiti Skúli. Mér langaði að forvitnast, ef ég man rétt, þá við erum með garðyrkjustöð og erum með plöntuverndar efni þar, en við keyptum músaeitur til að verjast músum sem eru oft mikill skaðvaldur.
þarf samkvæmt þessu 2 leyfi til að geta notað músaeitur? Já, þú þarft að hafa músaeitur það sem flokkast sem undir sæfur og sem útrýmingarefni, þannig að þá þarf að hafa notendaleyfi fyrir útrýmingarefni. Notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörur dugar ekki fyrir sæfuvörurnar. Kaupa þjónustuna hjá Meindireiði. Einhverjar, já. Það komið sæl, ég heitir Hrönn Guðmundsdóttir og ég vinn hér á Landssamtökum skógareigenda og við eigum allan hér á Suðurlandi í miklum vandræðum með ertueyglu og við erum nú ekki hrifin að eitra, þannig að við gerum það nú ekki, en ég fann á vef Umhverfisstofnunar einhverja bakteríu, hún til í undir hvað heitir þetta svona, markaðsheitinu Turex 50-2P og mér var sagt að þetta væri bara veitt leyfi til þess að nota þetta inn í gróðurhúsum. Þetta baktería sem lamar fiðrildalirfur. Er einhver möguleiki að fá að gera einhverja tilraun með því að gera þetta úti? Það er hægt að sækja tilraunaleyfi, eða undan það ekki, til rannsókna. Já, þessi vara sem tilgreinir með leyfi, til að vera notuð í gróðurhúsum. Ég held að myndi segja að það þyrfti að sækja útvíkkun á leyfinu til að nota það til þess að prófa í skógrækt. Herru, þá skulum við fá okkur kaffi. Gjörðu svo vel. Við bjóðum á smá vínarbrauð fyrir þá sem vilja. Síðan bara þakka fyrir og fá að ljúka en gefa færi á Engar spurningar. Nei, allt í lagi, við bara Já, komið sæl. Ég heiti Maríanna Sæd og ég ætla að fjalla um þvingunarúrræði og viðurlög. Ég ætti kannski að bíða eftir sínasta kaffibollanum. Það ekki? Það er kannski lagi svona. Þið ekki öll með svo góða heyrn? Brot gegn ákvæðum efnalag og þessum reglugerðum sem að varða ykkur fer samkvæmt 13. og 14. kafla efnalaga og er að ræða brot gegn ákvæðum reglugerðar númer 544/2013 plöntuverndarvörur, ákvæðum reglugerðar númer 1002 frá 2014 gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörur og svo brot gegn ákvæðum reglugerðar númer 980 frá 2015 varnarefni að ógleymdum efnalögunum. En hvað varðar þessa síðustu reglugerð þá helst að það séu 5. og 7. grein, sem sagt markaðssetning og kaup varnarefna sem ætluð til notkunar í atvinnuskyni og ábyrgðaraðila sem að varða efnalögin. Annars vil ég taka það fram að brot gegn sumum ákvæðum
þessari síðastnefndra reglugerðar fer samkvæmt lögum hollustuhætti og mengunarvarnir og lögum aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Þannig að það ekki einhlítt að það fari brot gegn þeirri reglugerð samkvæmt efnalögunum. Og hérna eru listuð upp þvingunarúrræði sem koma fram í 13. kafla efnalaga og því er ekki viss hversu kunnuð eru þeim. Ég ætla að vona ykkar vegna að því hafi ekki verið beitt þvingunarúrræðum. En fyrst má nefna áminningu, en áður en slík veitt þá eru send út áform áminningu og viðkomandi fær hæfilegan frest til úrbóta áður en að svo áminning veitt. Og ef til þess kemur að viðkomandi sinnir ekki fyrirmælum innan tiltekins frests, þá getur stofnunin beitt dagsektum þar til úr bætt og þær geta numið alltaf 500.000 krónum fyrir hvern dag. En það náttúrulega bara þak, það ekki standard upphæð, sko. Og Umhverfisstofnun svo heimilt að stöðva markaðssetningu á vöru stundarsakir og það þá gert þegar í stað ef grunur leikur á að vara uppfylla ekki skilyrði laga, efnalaga eða þessara reglugerða sem ég nefndi áðan. Og svo stofnuninni heimilt að stöðva markaðssetningu vöru varanlega og í því felst meðal annars að okkur heimilt að taka úr sölu eða dreifingu eða innkalla og eða leggja hald á slíku vöru og þá hægt að krefjast þess að birgir fargi viðkomandi efni, efnablöndu eða hlut með öruggum hætti og afturkalli vöruna og geymi það bætt hefur verið úr með viðunandi hætti. Og svo hérna stöðvun starfsemi til bráðabirgða sem hefur ekki komið til en það úrræði, það kemur til þess úrræði ef að Umhverfisstofnun telur svo alvarlega hættu stafa af starfrækslu að aðgerð þoli enga bið. Þá þetta svona bráðabirgða úrræði. Og okkur heimilt að leita aðstöðar lögreglu þegar kemur til framkvæmdar þvingunarúrræða. En það náttúrulega bara matsatriði hverju sinni, það ekki standard að þessi kalla á lögregluna. Endur hún líka svo upptekin, hún kemst ekki til svona verkefni held ég. Svo eru það aftur viðurlög, en þau eru svolítið öðruvísi, svolítið annars eðlis og þau eru öll saman komin öll tvö í 14. kafla efnalaga og það annars vegar haldlagning og þá Umhverfisstofnun heimilt að leggja hald á efni, efnablöndur eða hluti sem innihalda efni og uppfylla ekki skilyrði laganna eða reglugerðara. Og svo það stjórnvaldssekt ákvæði sem í 62. grein og samkvæmt þeirri grein þá getur Umhverfisstofnun lagt stjórnvaldssektir á einstakling eða lögaðila sem brýtur gegn tilteknum ákvæðum laganna. Og þau ákvæði sem viðeigandi að nefna hér eru þessi sem eru þarna upptalin. Það 20. grein tollafgreiðslu, 24. grein markaðssetningu eiturefna og tiltekinna varnarefna, 30. grein afhendingu öryggisblaða, 32. merkingar og umbúðir og svo 35. grein markaðsleyfi. Og einhverjum ykkar kannski kunnugt að það hefur í svolítinn tíma verið í bígerð reglugerð fjárhæð stjórnvaldssekta en hún eiginlega skilyrði þess að við getum lagt þessar stjórnvaldssektir á og hún hefur ekki ennþá litið dagsins ljós en mun líklega skera það á næstu mánuðum. Og þá heimilt að leggja á stjórnvaldssektir þó að viðkomandi hafi bætt úr. Þetta bara svona ef brot hefur verið framið þá heimilt að leggja á stjórnvaldssektir. En hins vegar með dagsektirnar þá þeim ekki beitt fyrir að öðrum úrræðum hefur ekki verið svarað, eins og áformum áminningu. Þannig að viðkomandi hefur fengið frest og tækifæri til þess að verða við kröfum úrbætur. Svo ætla ég aðeins að nefna við ykkur kærur og málskot til dómstóla. Það eins gott að vita af því líka. Ef einhvern tímann kemur til þess að ef þið verið beitt þvingunarúrræðum eða viðurlögum. Og það heimilt að kæra stjórnvaldsákvarðanir Umhverfisstofnunar sem eru teknar á grundvelli efnalaga og þá eða þessara reglugerða til ráðherra og ákvörðun stjórnvaldssektir hægt að skjóta til dómstóla. En svo ef aðili til þess að hafa verið beittan rangsleitni af hálfu Umhverfisstofnunar
þá er heimilt að kvarta til umboðsmanns Alþingis, en það er þá að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, eins og til dæmis að máli hafi verið vísað fyrst til æðra stjórnvalds, það er að segja umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Þannig að þá vitið það. Og ég fór hratt yfir sögu, en hefur kannski ekki, ég geti kannski ekki að taka próf, nú ætlum ég að leggja fyrir ykkur próf, að krossapróf. Nei, þú vilt kannski segja mér hvað klukkan er, ég er bara 25 mínútur yfir, já. Ef það er einhverja svona örstuttar spurningar, þá get ég svo sem, ég þarf svo að rjúka, en ef það er eitthvað. Nei, ykkur annars velkom, jú, ein spurning, já. Já, segðu eitthvað, endilega. Halló, Friðrik Danielsson heiti ég frá Vinnueftirliti ríkisins. Ég ætla bara að spyrja það gilda þessi viðurlög og sjá hvað þið almennt í efnalögunum, er þetta bara fyrir varnarefni? Nei, þetta gildir almennt í efnalögunum, en þetta er bara svona vinkillinn sem var tekin. Þú tókst taldir upp þarna að þetta væri fyrir varnarefni? Já. Svo ég var að vera hræddur að þetta væri bara fyrir þau, en þetta er almennt? Nei, þetta er almennt sko, en þetta eru svona reglugerðirnar sem er kannski mest talað um hérna í dag. Þetta eru sem sagt þessi 2 kaflar, þessi 13. og 14. kafli efnalaga, gilda þegar brotið hefur verið gegn ákvæðum efnalaga almennt og allra reglugerðar sem eru settar á grundvelli efnalagana. Þannig að já, allra, já. Góð spurning, takk. Ykkur fleiri? Nei. Annars, kannski vakna einhverju spurningar eftir, þá er Björn alveg til í slaginn, sko, að svara. Hann situr í súpunni. Heyrðu það allt í lagi. Takk fyrir. Ok, þá bara er það síðasti hlutin sem er eftir, þar sem ég ætla að tala aðeins um aðgerðaáætlunina. Sem er kannski, það er náttúrulega eins og segi, það er svona helsta nýmæli kannski akkurat núna á síðustu misserum. Þannig að sko, við erum semst búin að tala núna um alls konar reglur til að draga úr áhættunni af völdum þessara vara sem við erum að tala um hér. En til viðbóta þá hefur verið sett í gang aðgerðaáætlun á vegum ESB sem við tökum þá þátt í að því við höfum innleitt þessar reglur til að reyna að draga úr notkun efnana. Og lagastoðin er í efnalögum og gildir ekki bara svo sem fyrir varnarefni, heldur náttúrulega líka fyrir nei, fyrir ekki, ég veist ekki alveg hvað ég ætla að segja þarna. Lagastoðin er í efnalögunum. Ég ætla ekki að blanda hinum reglugerðum hann inn. Það er ESB-tilskipunin frá því 2009, nr. 128, hennan aðgerðaramma og reglugerð 980, hún innleiðir þessa ESB-tilskipun sem eins og Helga kom inn á áðan. Og þetta gengur út á það að gera þessa áætlun til 15 ára og hún á að innihalda upplýsingar notkun varnarefna í landinu. Þannig að við þurfum þessna höfum við tekið saman upplýsingar notkun varnarefna og það á að vera tímaáætlun aðgerðir og stefnumörkun til að draga markvisst úr notkun varnarefna og stuðla sjálfbærri notkun þeirra, eins og þetta er orðað. Og síðan er það þannig að þessi áætlun hún nær bara til plöntuverndarvara, þó hún heiti aðgerðaráætlun notkun varnarefna, að þá er gert ráð fyrir því hugsanlega að sæfuvörur verði hluta þessar áætlun í framtíðinni, en núna er þetta bara til plöntuverndarvarana. Já, það er spurning, já. Hvað er sjálfbær notkun? Sjálfbær notkun? Það er náttúrulega notkun sem veldur ekki varanlegum skaða á umhverfinu sem ekki er hægt að endurheimta. Það er það sem átt er við með sjálfbærri notkun. Það er náttúrulega, það er kannski má segja að það er pínlítið ólíku saman að jafna á Íslandi og í Evrópu þar sem
maður keyrir Evrópu, það sem sagt annarkur reitur akur, þar sem verið að úða mörgum sinnum á ári. Þannig að þetta vissulega mikið mál þar. En það eru líka atriði hér sem við viljum reyna að gera betur. Þannig að ég ætla aðeins að fara núna yfir þessar upplýsingar notkun varnarefna, eða svona þessa áætlun og notkunina og svona hvaða markmið við höfum sett okkur. Nú samráðið það er kveðið á samráð við Matvælastofnun, Landgræðsluna, Skógræktina, Bændasamtökin, Samband íslenskra sveitarfélaga í reglugerðinni. Við gerð þessar áætlunar þá var aukið haft samráð við þessa aðila sem koma fram þarna hinum megin, sem eru þá Vinnueftirlitið, Samband garðyrkjubænda, Ráðgjafarmiðstöðin, Vegagerðin, Samtök íslenska golf- og íþróttavallarstarfsmanna, Vatnajökulsþjóðgarð og þjóðgarðinn á Þingvöllum. Og þá það spurningin, hvað vitum við markaðinn? Eftirlit þar mjög mikilvægt. Við höfum upplýsingar í gegnum tolláritanir eða tollafgreiðslu á vörum. Við vitum hvaða vörur koma til landsins, þetta 30 til 40 vörur á ári. Og við veitum hvaða vörur það eru, sem sagt. Við erum með eftirliti plöntuverndarvöru á markaði. Hún segir okkur hvaða, þarna erum við með sem sagt 88 vörur sem hafa leyfi til að vera á markaði. Þeir eru sem sagt með þessa tímabundu skráningu, segi ég. Við veitum líka að það eru í sölu á hverjum tíma 60 vörur. Þannig að þessar 88 eru ekki allar á markaði. En sko munurinn á því hvað kemur fram í tolláritunum og hvað á markaði, það byggist náttúrulega því að menn eru að flytja hérna inn sendingar sem endast í mörg ár. Eða allavega segir 2-3 ár. Nú söluskránar, hún segir okkur síðan hverjir kaupa tiltekin varnarefni og í síðasta eftirliti þá fyrir árið 2015 þá voru 145 kaupendur að tilteknu varnarefni, þar sem það notendaleyfi, 42 voru með leyfi, 16 með útrunuleyfi og 87 hafa aldrei verið með leyfi. Og við viljum náttúrulega, það er náttúrulega, eitt að ef menn hafa einhvern tímann haft leyfi þá hafa menn vissulega haft þessa þekkingu, en það er alltaf eitthvað sem bætist við. Vonandi hefur eitthvað bæst við hjá ykkur hér sem eru að nýta ykkur þetta til endurmenntunar. En það náttúrulega eru ansi margir þarna úti sem hýrðu ekki það að verða sér út þessi leyfi. Þannig að þeir hafa þá ekki fengið neina þjálfun í því að nota þau, nema bara þá á sjálfum sér. Við viljum náttúrulega draga úr því. Nú síðan erum við með, hefur stofnunin útbúið líkan dreifða losun. Það er svolítið flókið að finna út úr hvar verið að nota efnin, en það er þó hægt að komast svona eitthvað að því og ég ætla að sýna ykkur hérna þetta módel hérna á eftir. Eins og ég var búin að koma áður, þá þarf sem sagt þurfa vörurnar að vera með markaðsleyfi og það þýðir það að varan vel skilgreind. Það að segja, hún heitir einhverju nafni og við vitum nákvæmlega hvað í henni. Þetta gildir nú ekki allar efnavörur. Það geta verið alls konar, getur verið sótthreinsi efni sem við vitum ekki hvað innihaldið í eða efni til eða frostlögur eða eitthvað svoleiðis. Við vitum sem sagt að það eru, ef við tökum þetta dæmi þarna, Roundup illgresis eyðir, hann inniheldur 120 g/l af glýfosati. Þannig að ef það eru flutt inn þarna 100 kíló af 100 lítrar af þessu efni, þá vitum við að það eru 12 kíló af virku efni sem hefur verið flutt inn, ef ég reikna það rétt. Þannig að við erum með þetta sem þessar upplýsingar liggja fyrir. Og þetta síðan þá sýnir okkur hvað hefur verið sett á markað í nokkur ár. Þetta sem sagt árin 2012 til 2016 og þarna sjáum við til dæmis, ég nefna svona nokkra súlur sem eru áberandi. Það til dæmis þessi græna súla hér. Þetta Casoron sem var flutt inn árið 2012. Það voru að tala að það eru flutt inn 1,7 tonn af virku efni. Svo sjáum það að það er engin súla hérna næstu 2 ár. Svo kemur ein súla hérna fyrir 2015. Þetta síðasta sendingin á Casoron sem var þá 800 kíló. Og síðan náttúrulega Casoron núna ekki lengur löglegt á markaði.
Þannig að þarna náttúrulega næst mikill árangur í að minnka notkunna þegar við losnum bara við alveg helmingin af öllum efnunum. Í staðinn að koma annað efni sem heitir glýfosat sem er að nálgast að það 1700 og eitthvað kíló, sem 1,7 tonn. Það er þessi súla hérna, þessi hér. Þetta er svona cirka helmingurinn af öllum innflutningi gefið upp í kílóum af virku efni. Já, þetta heitir Roundup í daglegu tali. Eða Klíník. Það eru vöruheitin á þeim vörum sem eru. Jú, það er sem sagt yfirvofandi, það verið tekið að markaði. Það er að segja, það er yfirvofandi allar vörur sem innihalda sem sagt 360 grammi lítra af glýfosati. Það er verið að tekna að markaði í lok þess árs. Þannig að þá verður engin svona Roundup illgresis-eðar á markaði hér. Þannig að nei, það er ekki verið að banna þetta erlendis, það er verið að banna ákveðið efni sem í þessu sem heitir þarna, þetta eru tólgaramin sem eru hættuleg heilsu og ekki eru óásættanlegt að séu þessum vörum. Það er ástæðan fyrir því að þessar vörur að hverfa hér. Úti að þannig sko að það er ekki komið í ljós sko, það var búið að samþykkja virkaefnið en síðan þegar voru greidd atkvæði það hjá Evrópusambandinu þá féll í atkvæðagreiðslunni. Þannig að það var gefið lengri tími til að gera áhættumat á glýfosati. Þannig að skiljiði aðgerðaáætlunin, hún á eftir að standast ef að Roundup dettur út. Því það er svo stór hluti. Nei, það er ekki að fara á bannlistan. Nei, glýfosati er virkaefnið í vörunni, sko. En það þarf að veita markaðsleyfi fyrir vörun á Íslandi, sko. Nei, varan heitir Roundup eða Klíník eða eitthvað annað, inniheldur glýfosat. Það er eins og við vorum að tala áðan, það þarf að veita sér markaðsleyfi sem að kostar 1 milljón á efni, svona cirka. Þannig að það þarf að vera að standa undir því. Nú en síðan erum við að tala hérna sko díkvat, það er virkaefni í reglón sem er nánast eingöngu notað í kartöfluræktun. Línuron það illgreisiseyðir sem heitir Afalon sem er notað í kartöflur og gulrætur. Og 2,4D er svona illgreisiseyðir sem að drepur tvíkynblöðunga svo fífla og svo leiðis. Og svo kemur hérna í Dimetoat, það er sem sagt þarna virkaefnið í Perfection sem að ég minntist á hérna fyrir í dag. Þannig að þetta eru sem sagt örfáar vörur sem standa undir svona megin partinum af þessu. Nú, hvað er verið að nota þessar vörur? Þetta er sem sagt þarna nota ég þetta módel þarna dreifða losun til þess að áætla hvar við verðum að nota vörurnar og þá kemur í ljós það langmest notað í ýmiss konar ræktun. Það eru sem sagt grænsvæði í byggð, íþrótta og útivistarsvæði. Það er langmest notað. Þetta er sem sagt notkunin sem sagt þá í görðum hjá fólki, í almenningsgörðum og á þannig stöðum. Síðan kemur ógróið svæði, það er náttúrulega í eðlisínu bara illgreisiseyðar sem maður notar á það. Það er þá þegar maður er að eyða öllum gróður í, til dæmis á hlöðum, innkeyslum og annars staðar þar sem maður vill ekki hafa neitt gróður. Síðan komum við niður í 22%, þar eru kartöflur, sem að kartöfluræktendur eru miklir notendur af þessum vörum. Það er semst krefst mikillar notkunar, það þarf að nota bæði illgreisiseyða og sveppaeyða í kartöfluræktun, sem betur fyrir ekki neina skordýraeyða. Síðan kemur ýmiss konar grænmetisræktun, það er semst þá úti matjurtaræktun og ræktun í gróðurhúsum. Það er bara svo lítið notað af plöntuverndarvörum í gróðurhúsum að það hefur lítil áhrif þarna. Svo kemur notkun í skógrækt sem er fyrst og fremst notkun á illgreisiseyðum. Svo koma golfvellinni í 4. sæti og það var að segja það, ég myndi segja að kemur þægilega óvart hvað golfvellir nota þó lítið af þessum efnum hér á landi. Því að þeir liggja undir ámæli í erlendis það að vera miklir efnanotendur, þessir aðilar. Þannig að ég var að segja að það kom mér þægilega óvart að það skildi þó ekki vera meiri notkun heldur en þetta. Og þetta er nokkuð áreiðanlega tala sem við höfum þarna. Það eru misáreiðanlegar tölunar,
en þarna myndi ég segja hún sé bara nokkuð áreiðanleg. Nú garð- og skógarplöntuframleiðsla, þetta notkunin í garðplöntustöðvunum og skógarplöntustöðvunum. Svo erum við með kornræktina, hún notar mjög lítið, blómaræktun notar 2%, hún náttúrulega fer öll fram inn í gróðurhúsum og tún í ný- og endurræktun mjög lítið. Þannig að það náttúrulega við þurfum að ráðast að þessum stóru stöplum þarna sem eru þarna fremst eins og ég sýni hérna aðeins á eftir. Þetta ekki greiningu á þessu stæðstu? Nei, sko, ég ekki, já, það spurt þarna hvernig sem sundurgreiningu á stóru stöplunum þarna. Nei, hún semst ekki, en það eru sem sagt áform í þessar aðgerðaáætlun um að skoða það nánar. Nú, hvar notað mest í kílóum á hektara, þetta nú bara svona til athuga sko, hvar geti verið mest álag af völdum þessara efna og hérna sjáum við það að stærsta súlan blómaræktin. Það að segja blómaræktendur sjálfir. Já. Þeir eru náttúrulega að nota mikið af efnum, það helgast náttúrulega ýmsu sko, það náttúrulega fjölbreytileg ræktun og það náttúrulega líka að þetta ekki matur, þannig að fólk ekki að láta dóni sig, það ákveðið pressa á notkunna þegar menn eru með matvöru. En annars þetta sem sagt, þetta eru sem sagt blómaræktin, þetta er matjurtaræktin, grænmetisræktin, þetta eru kartöflurnar og þetta hérna eru garð- og skógarplöntur. Þetta sem sagt bara aðalega svona til að geta metið aðeins álagið á mismunandi starfsemi. Nú, í þessari áætlun síðan spá fjölda markaðsleyfa árið 2025 og það vegna þess að þá á að vera búið að framkvæma áhættumat fyrir allar vörur sem eru á markaði samkvæmt nýja kerfinu. Og þá ég sem sagt búin að gera áætlun það að þá verði kannski 18 vörur á markaði fyrir almenning til að nota í görðum en 54 vörur verði sem sagt eingöngu til notkunar í atvinnuskyni. Þannig að það mun örugglega fjölga þeim sem þurfa að verða sér út leyfi til að nota þessar vörur. Og í dag hlutfallið öfugt, það að segja 74% til leyft til almennar notkunar en 26% í atvinnuskyni. Þetta helgast af því að við erum sem sagt svolítið á eftir að innleiða svona reglur. Þannig að við erum því miður, ennþá með vörur hér á markaði sem eru merktar með hauskúpumerki en almenningur getur farið út í búð og keypt. Þannig að það það sem við viljum losna við. Við viljum að allir sem eru með hættulegu efnin, þeir séu með menntun og þjálfun til að nota þau. Og annað sem ég get nefnt þarna sko að plöntuverndarvörur til almennar notkunar, þetta verða fyrst og næstu vörur sem eru tilbúnar til notkunar eða í mjög þynntum lausnum. Þannig að það verður til dæmis, það verður ekki lengur hægt að fara út í búð og kaupa sér 1 lítra af Roundup og fara að nota hann nema að hafa notendaleyfi. Því að það bara ekki það kannski ekki besta dæmið. Verstu efnin náttúrulega þau sem eru virkilega hættuleg fyrir umhverfi og fyrir heilsuna. Þannig að ég að segja það verður svolítið svona umbreyting hérna á þessum markaði og hún kannski snertir fyrst og fremst almenning þannig séð sko. Nú, í þessar áætlun þá eru settir fram áhættuvísar sem eiga að svona vísa okkur leiðina og við höfum sett okkur það markmið að heildarsala á plöntuverndarvörum fari ekki umfram 12 tonn á ári. Plöntuverndarvörur sem fara að marka að tonna virkuefni sé ekki meira en 3 og notkunin sé ekki meira en 0,04 kíló af virkuefni á hvern hektara landbúnaðarlands á ári. Það spurning hérna. Já, sko, það liggur á bakvið þessa tölu, það verið að spyrja töluna þarna, heildartöluna tonna á ári, hvernig þessi tekið tillit til þróunar í greininni og ég segja það, já, það er gert þarna, tekið tillit til hennar, það er að segja að þetta sama talan,
En það sem sagt, þetta reiknað þannig, gert þannig ráð fyrir því að sem sagt, það gert ráð fyrir aukningu á ræktun en að menn noti minna og að það verði líka á markanum efni sem eru ekki eins þarna í eins miklu styrkleika. Þetta á að fylgja þeirri þróun sem við erum að fá á markaðinn plöntuverndarvörur sem eru sem sagt, ekki eins sterkar. Það er að segja, þannig að í staðin fyrir að kaupa sem sagt einhverja vöru sem kannski 500 grömm í lítra, þá ertu kannski að fara að kaupa vöru sem 100 grömm í lítra, þannig að þá ertu að spara hann alveg 400 grömm af virku efni fyrir 1 lítra af vörunni. Þannig þessi tala hugsuð að við höfum hana sem eina tölu yfir allt tímabilið en gerum ráð fyrir því að þarna breytingar sem verði eigi sér stað muni gera það að verkum að það er rými til að auka ræktun vegna þess að það er annað sem að minnkar notkunina. Nú og síðan er það skiptingin sko, það er að segja að plöntuverndar sem einungis ætlar til notkunar í atvinnuskyni að það séu 2,4 kíló af virkefni, 2,4 tonn af virkefni á ári en afgangur sé þá notkun hjá almenningi. Nú og það er kannski rétt að hafa það í huga að hér á landi náttúrulega lítil notkun á plöntuverndarvörum samanborið við önnur lönd. Þetta sem sagt samanborið við norðursvæðið og við sjáum það að Danmörk þarna trónir hæst með 1,5 kíló á hvert hektara ræktarlands á ári og síðan fer þetta lækkandi. Finnar eru frekar lágir þarna og það kannski, það meikar aðeins sens sko. Finnland liggur norðarlega eins og Ísland þannig að það minna skaðvöldum í þessum löndum en við erum samt alveg sko alveg heilli stærðargráðu fyrir neðan Finnland. Og þetta er sem sagt á hvern hektaran landbúnaðar lands. Þetta er ekki á sem sagt heildar hektara fjölda landsins heldur. Þetta er tala sem er reiknuð út og reyndar þarf aðeins áætlana fyrir Ísland því að við pössum ekki alveg inn í útreikningana. Já. Nú var ég að viðurkenna það er svolítið, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þessi tala er fundin út. Það er svolítið trikki að finna hana, en þarna, ég held að ég muni það rétt, sko, það er heildarnotkun, þannig að við eigum þarna inn í raun og veru ef við ætlum bara að horfa á. En við erum að, þessar tölur sem eru birtar þarna, þetta eru tölur sem að, sko, þær eru ekki alveg nýjar og þær eru birtar á vegum Sameinuðu þjóðanna, held ég FAO, þar fann ég þessar tölur. Þannig að það getur verið að við séum sko með sem sagt þarna álagsþátt þarna að við erum með allar vörurnar inni. Það er því að við, og það er ein ástæðan svo að við eigum svo erfitt með að skilja á milli þeirra vara sem eru notkar í atvinnuskyni og ekki sko. Það skilur við erum ekki með. Þegar 75% af vörunum verður til notkunar í atvinnuskyni þá vitum við hvaða vörur það eru því að við fáum upplýsingar það í gegnum okkar eftirlit. Núna vitum við ekkert hver að kaupa Roundup, þannig að það er svona ákveðið vandamál. Nú, ef við kíkjum síðan aðeins á hvernig gengur, markmiðið er að setja ekki meira en 3 tonn af virkuefni á markað ári. Hérna erum við með svona bráðabirgðatölu fyrir 2016 og við sjáum að við liggjum ennþá aðeins yfir þessu. Ég vek athygli hérna á bláu súlunni, þetta er Casaron. Hlutfall þess í heildinni og það sem er að gera sko, ég hefði haldið að við ættum að detta hinga niður þegar það dettur út, ekki satt, þannig var það í fyrra en það getur verið að við séum að horfa á smá hamstur hérna, það er hugsanlegt vegna sem menn vita að það er hætt á því að einhverjar vöru dettu út. Nú ef við rennjum svo bara í lokin yfir markmiðin, það er í fyrsta lagi markaðssetning og notkun á plöntuverndarvara í samræmi áhættuvísana. Umhverfisstofnun uppfæra og viðhaldi fyrirliggjandi gögnum um markaðssetningu, þannig að við höfum ætíð bestu fáanlegar upplýsingar stöðumála. Þessu á að vera lokið núna í lok þessa árs. Má segja að kannski við erum nú langt komið með það, við höfum haft það markmið undanfarin ára að hafa þetta uppfært. Nú unnið verði markvisst að því að taka upp varnaraðgerðir gegn skaðvöldum landbúnaði og garðyrkju sem ekki byggjast á notkun efna, þar með talið að við það var samþættar varnir í baráttu við skaðvalda.
Nú, af varnarefnaleifar í matjurtum og fóðri sem framleitt hér á landi mælist ekki yfir hámarksgildi oftar en 2 ára að jafnaði. Þetta er sú staða sem hefur verið undanfarin ár. Þetta náttúrulega getur alltaf gerst. Og að mati Matvælastofnunar þá er ekki raunhæft að setja þetta á 0. Við verðum að gera ráð fyrir þetta geti gerst. En ef að þetta verður oftar, þá náttúrulega þarf að grípa til einhverja aðgerða. Nú áfram vil ég skima fyrir öllum virkum efnum í þeim plöntuverndunum sem hafa markaðsleyfi til notkunar í ræktun matjurta og fóðurs hér á landi. Þetta í samstarf þá milli Umhverfisstofnunar og MAST að það sé alveg ljóst að það sé verið að skima eftir þessum virku efnum sem ræðir. Og MAST fær alltaf lista hjá okkur yfir virk efni sem hafa verið flutt inn undan gengið ár. Nú það eru síðan koma hérna markmið sem eru tímasett. Allur búnaður til dreifingar á plöntuverndarvörum hafa verið skráður, skoðaðar og staðist kröfur í samræmi við ákvæði reglugerð 1980 fyrir 31. desember 2021. Þetta sem sagt reglugerð, það er ennþá eftir að innleiða tilskipun skoðun á búnaði og þetta fellur undir vinnuvélalöggjöfina, þannig að það er vinnueftirliti sem sagt innleiðir þessa reglugerð eða sem sagt það hvað heitir það, velferðarráðuneytið eða sem að er ráðuneytið þannig að það er ekki sem sagt ekki okkar ráðuneyti sem gerir það. En sem sagt þetta hefur ekki verið innleitt ennþá. Nú og síðan að plöntuverndarvörur til almennrar notkunar hafi umgengist viðeigandi áhættumat og markaðsleyfi fyrir þeim veitt á grundvelli þess. Og þessu markmiði á að ná 31. desember 2025. Það er að segja, þá gerum við ráð fyrir því að það sé engin gömul leyfi ennþá í gildi, að ótímabundnu skráningarnar verði algjörlega fyrir bí og all ný markaðsleyfi þau byggjast á viðeigandi áhættumati. Nú áfram verði boðið upp á grunnþjálfun til að öðlast þekkingu á meðferð plöntuverndarvara og frá með árinu 2017 verði boðið upp á viðbótarþjálfun. Þetta er markmið sem við erum byrjuð að reyna að uppfylla. Og síðan kemur hérna að dregið verður úr notkun plöntuverndarvara í þéttbýli meðfram vegum og í öðrum manngerðu umhverfi sem og í aðgerðum gegn ágengum tegundum með því að taka upp aðferðir sem ekki byggjast á notkun efna. Og þetta sem ég var að nefna áðan þarna á Umhverfisstofnun að vinna í samræmi við Vegagerðina, Landgræðsluna og Sambands íslenskra sveitarfélaga áætlun fyrir lok ársins 2019. Já, það er spurt hvert þetta leysir þetta sjálfur sér ef enginn sækir markaðsleyfi. Það kann að vera að það leysi þennan vanda eitthvað. Við skulum sjá hvert að við samt getum ekki, ég myndi nú segja það að það viljum ekki sjá það mynd að við séum ekki með neinar plöntuverndarvörur á markaði. Því að það er náttúrulega, við vitum það geta dregið úr tjóni af völdum gróðurs og það geta verið geru nauðsynlegar til þess að hér sé stundu samkeppnishæfur landbúnaður. Þannig ég ætla nú að leyfa mér að vona það að við leysum þetta nú einhvern veginn. Nú varðandi verndarbeltin þá er talað að koma leiðbeiningu þetta inn í starfsreglur góða búskaparhætti fyrir lok ársins 2019. Og síðan að halda áfram að vakta vatnsvistkerfið í því augnamiði að ganga úr skuggum að það sé ekki til staðar varnarefnaleifar. Þetta var það sem ég ætlaði að segja ykkur þessa aðgerðaáætlun notkun varnarefna. Þannig að spurningin er svo hvert það sé ekki einhverjar spurningar. Taka það fram þið sem kannski eruð í útsendingunni að hlusta að þið getur náttúrulega sendt okkur fyrirspurnir. Þið eru með okkur í efnateyminu í glærunum, en það er líka alltaf að senda fyrirspurnir á ust@ust.is. Það er ein spurning hérna. Jú, þetta ít og takkan er grænt. Þá talar bara í þetta. Friðrik heit ég Vinnueftirlitið. Ég ætla að vera frekar fljótur. Hvað er enska heitið plöntuverndarvörur? Ef maður fyrir að fletta í gagnagrunnum í útlöndum. Er það biocide eða herbicide? Nei, þetta er eiginlega góð spurning hjá þér. Vegna þess að ég veit að það eru svo margir sem þola ekki orð plöntuverndarvara. Þetta er ekki íslenska, það er jurtaverndarvara.
Nei, það er sko, tré er ekki jurtir, þannig að ég get ekki fallist á það. Planta er ekki En þetta er bein þýðing, sko, og það má segja, sko, það var talað um plöntu varnarefni, en við ákveðum að nota þýðinguna Plant Protection Product. Þess vegna heitir þetta plöntu verndarvara. Svo í gögnum frá Evrópusambandinu heitir þetta Plant Protection Product. Já, Plant Protection Product. Það er ekki herbicide eða... Herbicide er sko illgresiseyðir sem að fellur undir Já, Plant Protection Products. Já, það er hlutaði. Já. Pesticides er líka notað til að Það er skordýra. já, það er meira notað en sko, þessi hugtök eru náttúrulega reikið þarna eins og annar staðar, sko. Þannig að Evrópusambandið er búið að segja þetta, Plant Protection Product, og pesticides er svona ekki eins nákvæmt hugtak því það til dæmis getur innihaldið sæfuvörurnar sem að heita biocides á ensku. Þannig að þarna, þess vegna sko, þegar efnalögin voru sett, þá lögðu sérstaka áherslu á það að þarna búa til rétt hugtök sem að væru gegnsæ og væru sem sagt rétt þýdd. Þannig að við vorum til dæmis í samstarf við þýðingarmiðstöð þegar við skrifum efnalögin og þegar við gefum út reglugerðir. Þannig að því það er ekkert eins leiðilegt eins og þegar fólk lendir í ruglingi út af því að það er verið að nota misvísandi hugtök. Flott, takk, ég ætla aðeins að skjóta aðeins meira á þig. Ef að við þurfum að finna hvaða efni eru leyfð hjá Evrópusambandinu, þetta er nú alltaf það. Er það ECHA sem skráir þetta? Eða hvaða skrá er með vörur sem hafa fengið leyfi? Og þá bara leið er það ekki framleiðendur yfirleitt sem fá leyfin? Monsanto og Dow og þeir. Og síðasta spurningin, svo ég skjóti bara strax, eru íslensk fyrirtæki með markaðsleyfi? Er einhver sem snarar út 2,8 milljónum til að fá markaðsleyfi hérna? Eða eru þetta útlendu framleiðendur? Það er engin, eins og kom fram hérna áðan. Það er engin tilbúin að borga 2,8. Enda erum við ekki að fara fram á það, sko. Málið er það að við höfum ekki innviði til að taka við svona umsóknum. Þannig að þessi tala hana við mat á markaðsleyfi, hún er fyrst og fremst sett fram til að koma í veg fyrir það að einhverjir freistist þess að sækja um markaðsleyfi á Íslandi að þeir sjá þessa tölu. Þeir munum síðan náttúrulega fá kalda fætur og leið og við segjum þeim hvað það þýðir, sko. Þannig við erum að horfa á hina töluna, 638.000 fyrir að meta umsóknum gagnkvæma viðurkenningu, og ég ætla bara að segja það, sko, að þetta það að við getum veitt alltaf 80% afslátt frá þeirri tölu, það er bara sýnir okkar vilja til þess að þarna koma til móts við það eins og hægt er þarna hvað við erum lítill markaður. Það var önnur spurning á undan sem ég var búin að gleyma, en getur þú nokkuð sagt hann aftur? Já, það var hvar er skráð þess efni, ef ég vil fara og finna hvort að efni er skráð og hvaða merkir á því, fer ég þetta inn á ECHA eða fer ég inn á einhvern sérstakan gagnagrunn? Sko, já, hann er að spyrja sem sagt, það er spurningin þarna hvert að sé eitthvað stað skráð þarna hvar vörurnar eru með markaðsleyfi, og það er ekki neins samræmd skráning yfir það. En ECHA verður að gefa leyfi? Nei, ECHA gefur ekki leyfi, Efnastofnun Evrópu er ekki, hún gefur ekki leyfi varðandi plöntuverndarvörurnar, þær eru óháðar því. Ástæðan er náttúrulega svo að þetta er landbúnaðarnotkun og það er svo mismunandi aðstæður í löndunum, þannig að það er bara engin vilji til að vera með eitt regluverk. Þannig að markaðsleyfin fyrir vörunum eru bara skráð í einstöku löndum. Þannig að maður getur farið inn á Umhverfisstofnun Danmörku til að finna hvað er leyft í Danmörku, inn á Umhverfisstofnun Noregs til að finna hvað er þar og svo framvegis. Og Ísland, það er listin sem ég benti ykkur á áðan, það er listin okkar. Hins vegar er þetta að fara inn á sko vef sem er á vegum Evrópusambandsins sem er sko gefur yfirlit yfir það hvaða virkefni eru samþykkt og hvað lengi. En þau eru skilur, það er bara virkaefni síðan þú ert alltaf að, þetta er alltaf tvöfalt, það þarf að áhættum þetta virkaefni fyrst, svo kemur einhver vara sem inniheldur þetta virkaefni, það þarf að áhættum þetta þá vöru líka. Nú man ég ekki slóðina en ég get náttúrulega nei, það er Evrópusambandi, það er sko, ég veit ekki hvert það er, ég man ekki hvert það er EFSA, nei, það er eitthvað dírektorat þarna hjá Evrópusambandinu. Það er undir komissjóninni, er það ekki? Takk fyrir. Þetta gera svona með nögliri, þannig að vera komið grænt ljós.
Já, halló, Björgur Þór heiti ég og er í landbúnaðinum. Ef mann langar nú að skoða ykkur efni og mann finnst svolítið dýrt að punga þessu út fyrir eitthvað sem maður veit ekki hvort það virkar. Þú veist að minnast á eitthvað sem væri hægt að fá inn til að gera tilraunir og prófa. Hvernig er það? Það er ákvæði í reglugerðinni sem að heimilar það og það er gefið það út einfaldara markaðsleyfi og það er tekið gjald fyrir að meta það að það er lægra, það er 71.000 samkvæmt gjaldskráni og það má veita afslátt frá því. Ef að umsóknin er vel unnin, fljótlegt að meta hana þá þarna er það. Þannig að þá eru menn að nýta sér ákvæði í reglugerðinni sem að heimilar að veita tímabundið markaðsleyfi til rannsókna og þróunar. Eru takmarkanir á því hverjir geta sótt? Hvað segirðu? Eru takmarkanir á því hverjir geta sótt þetta? Nei, það er ekki takmarkanir á því sko. Hins vegar sko, það er bara það að menn þurfa bara að leggja fram ákveðin gögn. Þannig að það er ekki, nei, það er náttúrulega bara hverjum og einum frjálst að gera það ef hann er tilbúin til að leggja inn á kostnað. Þannig að það er ekki engar kröfur til þekkingar hjá honum. Það eru þá gögnin sem eru lögð fram sem eru metin. Ok, allt saman bara kýrskýrt. Þannig að þá bara, ef það er ekki fleiri spurningar, þá bara, jú, kemur einn. Já, Guðmundur heiti ég, það er nú í kartablónum. Það snúa svo aðeins meira að munninum. Það heyrir svona eitthvað í mig. Já, nei, nú heyrist þér eða. Já. Guðmundur heiti ég og er í kartablónum og talar að minnka styrk efnana og ég er nú ekki alveg að sjá að það gangi ef við tökum sem dæmi reglun að mín reynsla er svo að ef ég nota minna heldur en uppgefið magn við að drepa kartöflugras þá náttúrulega bara drefst það illa. Og hvað áttu við með að minnka efni? Já, ég skal skýra þetta aðeins betur út sko. Ég á við það sko þegar að styrkur virka efnisins er kannski ekki nema 10 gram í lítra eitthvað svoleiðis, samt drepur það jafn mikið eins og efni sem að er með 500 gram í lítra. Það er það sem ég á við. Það er sem nýjar vörur. Dæmi þetta er ekki títus dæmi þetta. Það er mjög lítið að virku efni í títus, þannig að það er miklu minni áhætta fyrir notandann. En það hefur jafn mikil áhrif eins og einhver önnur sambærileg vara sem inniheldur meira virku efni. Nú er ég ekki að segja að títus komi í staðinn fyrir reglun sko. En þarna, þetta er til að lýsa þessu sko. Og það er náttúrulega sko menn þurfa að fara að huga að þessu sko. Ég veit það að díkvat virkaefni í reglun er á svartalistanum. Ég er svartsýnn á að það verði samþykkt. Ég myndi spá því að verði ekki samþykkt, þannig að reglun er farið eftir 2 ár. Það er blessað næturfrostið, já. Það er nú ekki vonað því í bráð eða hvað. Global warming kemur náttúrulega líka í hausinn á manni ef maður er að tala um kartöflumikluna, þannig að ég veit ekki hvernig það endar. Já, heyrði, þarna, eins og ég segi, við munum setja glærurnar og upptökun út af vefinn, þannig að það er alltaf hægt að fara í þetta aftur. Og þannig að og eins og ég segi, þið myndi líka þið alltaf velkomin að hafa samband í síma eða með því að senda okkur fyrirspurn. Þannig að ég ætla þá bara að þakka hérna fyrir góða fundarsettu og áhugasöma áheyrendur. Takk fyrir. Takk fyrir. Yes, svona on time. Tíminn að dreifir. Herðu, ég var að sjá hvað dætur það er svo dögulega dætur Jú, við þú það eru fætt að rætta humar Ertu að fara að smakka Já, er það við? Já, ég segi bara góða